Verið velkomin í þáttinn Hin Reykjavík. Ég heiti Sanna Magdalena Mörstudóttir og hjá mér í dag er hann Guðmundur Ingi Þóroddsson og hann er formaður Afstöðu sem er félag fanga og annarra áhugamanna hvað var það bætta Fangelsmál og betrun. Einmitt. Svolítið langur undirtill. Já, ég var einmitt alveg búin að æfa það og svo hef ég verið svo hrædd að segja þetta vitlaust, þannig að ég ákvað bara að leyfa þér að kynna félagið. Já, takk. Eins og ég segi, Guðmundur Ingi heiti ég, formaður Afstöðu félag fanga. Við höfum einmitt verið í svolítið vandræðum með þetta nafn því að þetta er svona verða úrelt aðalsetningarnar í þessu nafni, það er að segja fangar. Við erum að reyna að nota orðið meira kannski skjólstæðingar eða vistmenn eða eitthvað slíkt. Og svo betrun og það er svona eiginlega detta út og orðið endurhæfing komin inn. Þannig að við þurfum kannski að fara að hugsa nafnið sem slíkt upp og nýtt. Þetta er svo fljótt að breytast allt saman. En við sem sagt, okkar markmið er í raun og veru endurhæfing á þeim sem eru í fangelsum. Og við horfum á það þannig að þar þurfum við í raun og veru að taka upp endurhæfingarstefnu í fangelsmálum á Íslandi eins og óbúslega mörg lönd hafa gert, sérstaklega í kringum okkur og öll Norðurlöndin hafa gert það nema í raun og veru við. Og því að við erum með svokallaða refsistefnu í fangelsmálum og það er raun og veru bara svo stefna sem hefur alltaf verið á Íslandi, refsistefna. Og þó að margt gott hafi lagast, margt gott komið núna á undanförnum árum, að þá erum við samt ennþá í refsistefnunni og meðan við erum með það þannig að þá náttúrulega breytist lítið vegna þess að í raun og veru er ekkert unnið með einstaklingana í afplánunni. Við höfum svona verið að reyna að elta Norðurlöndin en við höfum svona verið að reyna að taka kannski að besta úr þarna og þarna en við erum ekki með heildstæða stefnu og þar af leiðandi er okkar stefna ekki að virka í raun og veru og árangurinn er óbúslega lakur. Við höfum svona verið að reyna að benda á að annar hver fangi fer aftur í fangelsi og það er staðfest frá tveimur dómsmálaráðherrum. En svo sjáum við oft fréttir af því að við séum með bestu endurkominntölur á Norðurlöndunum og það sé svo fáir sem koma aftur en þegar við sitjum inni og sjáum að 8 af 11 eða 10 sem eru með okkur á gangi hafa verið áður í fangelsi þá náttúrulega vitum við að þetta er rangt og oft er þetta bara leikur og tölum í raun og veru og þó að það líti vel út þarna þá ef maður skoðar þetta eins betur þá lítur það kannski vel út þarna en spurningin er alltaf hvað eru margir í fangelsi í dag sem hafa komið áður og það sú tala er yfirleitt í kringum 50%. Það er, en við, svona okkar sýn á þetta er þannig að það fólk sem er í fangelsunum er fólk sem hefur átt við einhvers konar félagslega vanda að stríða, verið veikir eða atvinnulausir mikið, öryrkjar, húsnæðislausir, fólk sem hefur hreinlega fæst í óreglu og fólk sem flosnað af skóla og þetta er fólkið sem er í fangelsunum á mestu hluta. Og þetta hafa hin Norðurlöndin séð og séð að ef að fangavistin hefur innihald og tíminn er nýttur til að kenna fólki verkleg nám sem er aðalega verkleg nám vegna þess að kannski á bóklegt nám ekki beint við þennan hóp, ekki allavega stærsta hluta. Og þeir geta verið óbúslega flinkir í höndunum og í raun og veru erum við með gullkistu af flottu fólki í fangelsum sem að ef þeir fá tækifæri til að njóta sín og sýna það og læra. Og svo er það náttúrulega í raun og veru starfsþjálfun sem þarf að koma til og styrking fjölskyldusamband. Og þetta eru svona mikilvægastir hlutirnir í endurhæfingu fanga. Og ég meina hvað er nú kostar auðvitað svolítið peninga að koma þessu á. En hvað er það sem þetta skilur okkur tilbaka? Það er í raun og veru
Þetta lækkar allan kostnað hjá lögreglu og dómstólum, fangelsiskerfinu, almannatryggingakerfinu, heilbrigðiskerfinu og kannski fyrst og fremst það sem mikilvægast að þetta fækkar brotaþolendum, fórnarlömbum, sem sagt glæpa og þeirra kostnað sem getur verið gífurlegur og ómetanlegur í raun. Og síðan kemur náttúrulega fólk kannski betra út í samfélagið aftur. Það kemur betra út og það byrjar að vinna og borga skatta og þannig í raun og veru þetta win-win fyrir allt samfélagið að aðstoða þá sem eru í fangelsunum að komast út úr fyrra líferni og fíkn og síðan í kjölfarið á þessu að þá sem sagt lagast í raun og veru endurkomutíðnitalan. Það verða færri sem fara í fangelsi aftur. Því að við getum kannski ekki komið í veg fyrir glæpi, heldur getum við reynt að gera allt sem við getum til að þessi sami aðili fremji glæpi í annað, þriðja og fjórða skipti. Þannig að endurkomutíðnitalan lækkar og glæpum fækkar í kjölfarið. Þannig að leið náttúrulega lækkar kostnaður sem verið að setja í fangelsismálin í raun og veru á hverju ári eftir það og það eru einmitt þessi lúxusvandamál sem að Norðurlöndin og Holland og fleiri lönd og Þýskaland hafa verið að eiga við að allt í einu sitja þeir uppi með tóm fangelsi og þurfa að segja upp og fullt af fangavöru og þetta eitthvað sem að við lítum á sem lúxusvandamál og ég veit að fangaveri til dæmis í Svíþjóð og Danmörku að þeir hafa verið að óska eftir verkefnum frá til dæmis að taka yfir frá lögreglu, sjá hraðamælingar eða eitthvað slíkt út af þessu vanda því að fangföngum hefur fækkað svo mikið. En við erum sem sagt með þrepaskiptinguna sem óbúslega góð. Það þýðir það að menn fara í fangelsi, fyrst lokað og svo opið, svo fara menn á áfangaheimili og svo á ökklaband. Og þetta óbúslega gott kerfi vegna þess að það aldrei gott að vera bara lengi í fangelsi og fara svo bara laus út. Þetta þarf að menn að komast út í samfélagi í þrepum. En á meðan að fangavistin hefur ekki þetta innihald sem þarf, að þá þetta ekki að virka sem skyldi. Og við erum með til dæmis mjög gott úrræði það að ungir afbrotamenn sem eru yngri en 21 að þeir fá reynslulausn eftir 1/3 sem mjög gott af því að það skemmir að vera í fangelsi, það skemmir fólk í raun og veru en þeir eru fljótir að koma inn aftur vegna þess að það ekki þetta innihald og þannig að þetta ekki að virka sem skyldi og þetta það sem við höfum verið að berjast fyrir alla tíð að eitthvað sem heitir vistunar- og meðferðaráætlun sé tekin upp og það séu einstaklingsmiðuð meðferðar- og vistunaráætlun í gangi fyrir hvern og einn. Og það það mikilvægast í þessu öllu, af því að við vitum að bara það að manneskjan sé í fangelsi segir okkur að það eitthvað að, skilur, bara þessi hlutir. En síðan, þetta náttúrulega það spurning peninga og þetta var í raun og veru tekið út úr lögum fullnusturefsinga vegna þess að það var ekki peningur til að gera þetta. Þess vegna var þetta tekið út, þrátt fyrir að allir séu sammála að þetta það sem þarf að gera. En þó svo að það séu misjafnar skoðanir hversu ítarlega þarf að gera, en ég held að sé allir sammála að það þurfi samt að flokka menn, þennan þarf að skoða miklu betur, þessi getur farið í þennan flokk og þessi eru í minnsta flokkinu með svoleiðis. Þannig að þetta raun og veru staðan í fangelsismálum á Íslandi núna, að við erum ekki að standa okkur nógu vel. Við þurfum að taka lögin fullnusturefsinga og skoða þau algjörlega upp á nýtt, gera algjörlega heildarendurskoðun á þeim lögum sem var reyndar gert fyrir nokkrum árum síðan að það átti að vera heildarendurskoðun en það var í raun og veru bara tekin ákveðin vafaatriði í lögunum sem var þá breytt yfirvöldum í vil í raun og veru. Og orðið betrun kom til dæmis aldrei fram í því frumvarpi. Það var ekki fyrr en eftir okkar athugasemdir að þau ákváðu að taka þetta orð betrun og setja það inn á nokkur stöðum. Og þetta var náttúrulega svo illa í raun og veru unnið og meingallað og það við útskýrum þetta margoft en það var eins og þau tekið skál með orðinu betrun í og dreift síðan yfir í frumvarpið. Það var ekki neinu samhengi neins staðar
og ekki að virka og það hefur síðan komið í ljós að þessi lög eru meingölluð, þau eru ekki að virka og fólk vill breytingar á mörgum hlutum og það er bara það sem þarf að gera. Það eru ákveðin vonbrigði að það standi ekki til að breyta lögunum fullnustutrefsinga. Það er svona eiginlega búið að segja okkur það stendur ekki til. Það eru ákveðin vonbrigði. En svo eru alls konar nefndir hér og þar að starfandi að breyta hinn og þessu, allir í sínu horni og í raun og veru gerist lítið sem ekkert. Og það er eitthvað sem við erum orðnir svolítið þreyttir og það er verið að reyna að setja einhverja plástra á sárið hér og þar en það lagast ekki nema það sé farið heildrænt í þetta og skoðað frá öllum hliðum. Og ég tel að við til dæmis að við kemum að góðu gagni þar sem við höfum alveg gífurlegan þekkingu á þessum málaflokki og það er kannski vandamáli hér á Íslandi að þessi þekking á þessum málaflokki hefur verið svo skornum skammti og fáir kannski sérfræðingar í þessum málaflokki hér. Já, þannig að þetta er gríðarlega mikilvægt einmitt að einblína á betrun og skoða rót vandans einmitt, hvernig bakgrunnur einstaklinga sem að koma inn í kerfið og ég man svo vel á opnum fundi velferðarráðs að þá kom ungur maður og sagði frá sinni reynslu og sagði sína sögu og það var svo magnað að hlusta á hann tala einhvern veginn hvernig einhvern veginn það er svona að fara í gegnum lífið og hvað í rauninni kannski, hvað segir maður, kerfið er einhvern veginn hannað þannig að það getur bara, eins og ég svona skynja þetta, spýtt einstaklingum bara út og hann var samt svo magnaður að hann bara, kom rosalega vel út úr aðstæðum, en þá einhvern veginn þegar maður hefur ekki þessa reynslu að þá hugsa maður stundum bara það er eins og allar þessar reglur og öll þessi kerfi sem eiga að halda utan okkur sé með hönnu til þess að einhvern veginn bara svona segja nei, herði þú átt bara að enda einmitt á einhverjum sófa eftir að afplánun lýkur, það er ekkert sem að við getum gert fyrir þig, þannig að einmitt eins og talar þessi svona endurkomu tíðinni, menn svona líður eins og við séum alls ekki að gera okkar besta til að tryggja einhvern veginn að ungt fólk sem að kannski hefur svona lent í einhverjum slæmum aðstæðum til dæmis að við erum ekki að gera okkar besta til að einmitt veita stuðning og halda utanum fólk til þess að það nái að svona, sýna því sem það hefur áhuga á og hefur hæfileika til þess að gera. Já, þessi ungi maður, hann er einmitt að standa þessi óbúslega vel í dag og hann er sjálfur farin að styðja við aðra sem eru ungir í fangelsunum og ótrúlega flottur árangur. En það er bara ekki sjálfgefið því að flestir við erum að sjá sömu andlitin árum saman og áratugum saman í fangelsunum, sömu andlitin og að því það er ekki þetta innihald í fangelsunum og svo vantar eftirfylgnina þegar menn koma út. Og menn, fólk verður kannski gerir sig ekki grein fyrir því að ástæðan fyrir að fólk sé í fangelsunum er yfirleitt einhvers konar áfall sem það hefur orðið fyrir og síðan það að vera settur inn í fangelsi að það er annað áfall sem ríður yfir, manneskjuna. Og það þarf að byrja á því að finna út úr og vinna í þessum áföllum. Það er að segja fyrst fyrra áföllum og svo náttúrulega seinna að vera vistaður í fangelsi. Af því að það er í raun og veru svaðalegt áfall. Og einnig líka fyrir þá sem að finnst kannski þeir sem eru ungir og finnst kúl að fara í fangelsi að þeir eru kannski ekki alveg að gera sig grein fyrir að þeir eru að verða þarna fyrir áfalli líka. Þannig að eftirfylgnin er eitthvað sem þarf að koma inn og þar eru einhverjar nefndir að vinna í því líka og reyna að bæta félagslega stöðu fanga eftir afplánun og ég vona að koma eitthvað gott út úr því og búið að leggja svolítið að vinna í það en það er alveg nummer 1, 2 og 3 og þarna þurfa að koma inn í þetta sveitarfélögin og sveitarfélögin hafa ekki verið að vilja beint vera inn í þessu málaflokki vegna þess að þau segja bara að fangi er á ábyrgð ríkisins og Fangelsismálastofnun á bara að sjá þá. En það er auðvitað ekki þannig. Fangelsismálastofnun er í raun og veru bara að sinna að halda honum í fangavist, en svo er það ábyrgð ríkisins að
að þessi aðili fái til dæmis aðstoð hjá félagsráðgjafa og þá aðstoð sem hann þarf eins og bara framfærslu eða styrki til að kaupa sér föt eða gleraugu eða eitthvað slíkt, skólabækur, því að þetta það er óbóðslega dýrt að vera í fangelsi og sveitarfélögin eru óbóðslega misjöfn, sum styrkja fanga ekki neitt á meðan að önnur sveitarfélög kannski styrkja þau mjög mikið og þetta er svona náttúrulega ósanngjarnt og veldur líka óróa í fangelsum að þessi fær fatastyrk eða styrk til tannviðgerða en hinn fær ekki neitt. Já. Það verður svolítið svona órói á milli manna, jafnvel bara út af þessu atriði. Og svo þetta náttúrulega þannig að það er mjög mikilvægt að föngum kannski skaffaður einhvers konar skipaður hreinlega félagsráðgjafi úr sínu sveitarfélagi sem fylgir honum eftir allan þann tíma sem hann er í fangelsi og þegar hann kemur út. Þannig að það sé strax byrjað að vinna með einstaklinginn þegar hann kemur inn. Og að því að hingað til þá hefur það allt í einu bara komið á óvart að þessi aðili að losna út og hann á síðan hvergi heima og fær ekki framfærslu fyrir eftir mánuð eða 2 og veistu eitthvað svona. Og það er einmitt á þessum fyrstu vikum sem að í raun og veru ræðist bara hvort það sé að fara aftur inn eða ekki. Og þessi sófi sem þú myndist á einmitt áðan að þegar fólk fer úr fangelsi og fara að gista í sófa hjá fjölskyldu eða vinum að við köllum hans skiptimiða aftur í fangelsi. Því að það líður ekki löngu þangað til þú vilt ekki eða getur ekki verið þar og þú byrjar í neyslu og byrjar að afbrotum og ferð aftur inn. Og þetta erum við að sjá ítrekað. Nú við erum líka að sjá til dæmis eins og með lyfjagjafir að þá hefur, að því að við erum með refsikerfi og þá hafa alltaf verið svona, það er vita að það lyf eru misnotuð í fangelsum og annað slíkt, að þá er svona tilhneigingin alltaf til að banna hlutina. Og það var gert á sínum tíma að það voru ákveðin lyf bara öll bönnuð í fangelsum og þar af leiðandi fengu fangar ekki viðeigandi meðferðir og lyf. Og þar, það er ekki hægt að ætlast til þess að sá sem er í fangelsi geti hagað sér vel eða verið kurteis ef hann fær ekki þau lyf sem hann þarf, skilurðu, og að því að menn geta oft ekki einbeitt sér, geta ekki stundað vinnu eða ná og sérstaklega þeir sem eru með mikið ADHD sem eru örugglega 80% fanga eða eitthvað slíkt, óbóðslega há prósenta. Og þannig að og við vitum dæmi fólk sem hefur þurft að vera á einhvers konar forðalyfjum að þeir eru ekki að fá þau í fangelsi, svo fara þeir út og þau byrja þeir á þessu lyfjum. En lyfin er ekki byrjuð að virka, það tekur ákveðinn tíma að byrja að virka þegar þeir eru komin inn aftur. Þannig að þetta eru hlutir sem þarf að hugsa út í og svo þarf maður ekki gleyma því að þeir sem eru í fangelsunum eru ekki alltaf bara gerendur í málum, heldur eru þeir líka þolendur og mjög stór hluti og sérstaklega hjá kvenfólki og líka hjá strákum að þeir eru þolendur í alls konar málum og þannig að þeir og svo eiga þeir samt erfitt með að til dæmis að leita sér aðstoðar út af því að þeim finnst þau ekki vera kannski þolendur af því að þeir voru gerendur líka, þetta er svolítið flókið og síðan vantar náttúrulega að vinna úr þeim málum náttúrulega líka. Þannig að þetta er svona eitthvað sem fólk er kannski ekki beint að gera sig grein fyrir í raun og veru. En við höfum verið að reyna að vekja athygli á þessum málum hjá sveitarfélögunum og auðvitað náttúrulega höfum við mest verið að gera það í Reykjavík, auðvitað eru flestir fangar frá Reykjavík en það eru fangar úr öllum sveitarfélögum. En það er í raun og veru ekkert sveitarfélag sem að styður, það er til dæmis ekkert sveitarfélag sem styður okkur í afstöðu á engan hátt, nema Reykjavíkurborg hefur stutt okkur síðustu 3 ár með fjárstuðningi smá og sem er náttúrulega, og það er í raun og veru eini stuðningur sem að við sem félag höfum fengið og sem er samt svona, 8-10% af því sem við þurfum til að geta starfað. En við höfum bara ekki verið kannski að pressa mikið á þetta og höfum verið feimnir kannski við að sækja styrki af því að fólk er kannski, að þó að fólk, það er bara erfitt í raun og veru að biðja fyrir þennan hóp. Auðvitað eru styrkirnir ekkert að fara í einhverja fanga, þetta er náttúrulega að vera uppbyggilegt starf
og okkar markmið að koma föngum og þeir sem í fangelsiskerfinu aftur í vinnu og taka þátt í lífinu og hætta á félagslegum bótum, hvort sem það á örorkubótum eða einhvers konar styrkjum hjá sveitarfélögunum. Og það okkar markmið í raun og veru. Og þetta, veist, ef sveitarfélögum taka sig til og styðja okkur almennilega í þessu, þá var þetta að spara óbóðslega fjárhæðir bara til dæmis hjá sveitarfélögunum og hjá Tryggingastofnun til dæmis. Og í kringum hvern fanga þá náttúrulega fjölskylda og vinir og ástvinir og það náttúrulega margir í kringum hérna aðeins sem situr í fangelsi, getur maður ímyndað sér. Já, það eru mjög margir og hérna auðvitað eru margir í fangelsi sem hafa kannski ekki lengur marga nána til að leita til en þeir eru þarna og oft tekur tíma að byggja þau upp aftur en svo eru auðvitað menn í fangelsi sem eru með gott bakland og það eru kannski helst þeir sem ná bata og koma út og því að baklandið er að aðstoða. En eins og með svona heilbrigðisþjónustu og til dæmis eins og sálfræðiþjónustu, hvernig hefur þetta verið á tímum COVID? Hvernig finnst þér eins og til dæmis það sé svona skilningur mikilvægi þess að halda þessu við? Nú veit ég verð að viðurkenna, ég veit ekki hvernig þetta var þá fyrir COVID og hvort það hafi verið breyting eftir COVID. Ég er ekki með þannan samanburð kannski á hreinu og fórst aðeins inn á einmitt með lyfin og heilbrigðisþjónustuna og fórst inn á það áðan. En svona, hvernig ertu með einhverja innsýn inn í það? Já, ef við tökum fyrir bylgjuna í COVID þá var náttúrulega bara fangelsunum lokað bara í 2 eða 3 mánuði og það fekk bara enginn að koma í heimsókn og það voru engin dagsleyfi eða ferðir eitt eða neitt og allar flutningar á milli fangelsa og við til dæmis, við förum reglulega inn í fangelsin og við hættum því og AA-fundirnir færðust yfir á svona Zoom-fundi og ég meina geðheilbrigðisteymið til dæmis, það fekk ekki að fara inn í fangelsin í 2 mánuði sko, þannig að og fangaprestur þar líka sko, sem að fer ekki inn, þannig að auðvitað verður einangrunin sem að menni eru þegar þeir eru í fangelsum og hún verður enn meiri einangrun vegna þess að og ég held að fólk kannski svona í samfélaginu sé að átta sig kannski á því núna því að það eru svo margir sem hafa verið í einangrun heima og kannski til dæmis á hjúkrunarheimilum og slíku að þeir hafa upplifað svona ákveðna einangrun sem að vera í fangelsi. Þannig að ég held að til dæmis það hafi verið svona vinsælt slagorð setjum gamla fólkið í fangelsi og fangana á elliheimili. Ég held að fólk svona almennt sem hafa verið að halda þessu fram að sjái núna kannski að þetta fáránlegt svona lýsing og þessi flokkar eiga í raun og ekkert sameiginlegt og kannski hafa verið fjársveittir af stjórnvöldum en það sem gerist sko auðvitað náttúrulega að þeir sem eru ekki í fangelsi að þeir náttúrulega verða fyrir ákveðinni einangrun en þeir geta samt sko það er hægt að versla fyrir þau, það er hægt að vera á Skype eða tala við fólk á netinu og horfa á sjónvarpið og alls konar hluti sem hægt að gera í raun og veru sem að þeir sem eru í fangelsi að þeir náttúrulega komast ekkert í ótakmarkað í símtöl eða Skype eða horfa á sjónvarp eða það er svo margir hluti sem þeir geta ekki gert sem að minnkar ennþá í raun og veru eða eykur einangrunina enn frekar sko. Þannig að þetta var óbóðslega erfiður tími og ég get fullist að fangahópurinn þolir ekki svona einangrun aftur, allavega ekki á næstunni og það sem við höfum lært á þessum tíma og fangelsi hafa líka lært í raun og veru að það þarf að breyta fyrirkomulagi og færa fangelsismálin aðeins í nútímann með rafrænum hætti. Við eigum bara, fangelsi og menn eru dæmdir til að vera í fangelsi á einum stað og við eigum ekki að skerða það eitthvað frekar meira en það vegna þess að það er mikilvægt og þess vegna ef til dæmis fangar væru með tölvur til dæmis í sínum herbergjum sem að auðvitað er eitthvað limit á, við getum ekki farið í hvað sem er og eitthvað svona en það að fólk getur talað á Skype eða Zoom við fjölskylduna sína fylgst með á Facebook hvað að gerast
bara í lífi barnanna og foreldra og systkina og skoða blöðin og fréttir, horft á sjónvarp eða hlusta á tónlist eða fréttir eða í þessu. Tölvurnar gætu verið notaðar sem rafræn skilríki líka sem hefur verið eitt vandamál. Fólk þarf að geta sótt skila inn skattaskýrslur og stunda nám og þetta ekkert hægt í dag, skilur við. Nú eru fangaverðir að sjá þetta allt fyrir fangana og það hefur verið leyft reyndar á Skype núna, veist ég, einhvern ákveðinn tíma á dag eða viku, ég man ekki alveg hvernig það var, sem að menn geta hitt börnin sín í Skype þegar það hefur verið engar heimsóknir og svoleiðis. Og ég held sko að bara með því að gera þetta og finna einhverja leið til að það sé að geta misnota þetta og fólk sé að geta áreita aðra og eitthvað svoleiðis, það er allt hægt í dag. Að þetta eykur færni þá sem eru inni, þeir verða ekki tækni heftir í framtíðinni og geta náð því sem erum að vera og stunda nám sem er eiginlega ekki hægt í dag. Það er mjög erfitt. Og ég held að við þurfum bara, þetta er eitthvað sem við verðum að taka þetta skref í raun og veru, að breyta, að þetta færa þetta svolítið meira rafrænt allt saman. Ég veit ekki, sko, seinni bylgjan í COVID það er náttúrulega ekki eins miklar lokanir, en það eru samt sko lokanir og menn hafa ekki til dæmis verið í dagslifum eða vinna fyrir utan fangelsi. Það hefur aðeins verið leyft ein heimsókn frá einni manneskju í einu og í raun og veru bara einum aðstandenda og hann má koma með börn eða eitthvað svoleiðis, en ekki fleirum. Þannig að það er búið að vera svoleiðis núna undanfarin mánuð eða slíkt eða eitthvað slíkt. En þetta er svona aðeins að breytast og aðeins að opnast og ég held sko frá með næsta mánudegi þá geta menn farið kannski að vinna aftur fyrir utan fangelsi og jafnvel byrja í dagslifum. En ég held að áfram verði samt einhvers konar takmarkanir á heimsóknum og eins að þeir sem eru að vinna, að þeir séu sko daglega að vinna fyrir utan, þeir séu svona ekki alveg með hinum sko. En varðandi geðlækna og sálfræðiþjónustur á þessum tíma þá auðvitað var það mjög erfitt að það var ekki hægt að sinna því almennilega. En það færðist svolítið á Zoom-fundi og að fólk gat talað í gegnum Zoom, en það er náttúrulega aldrei eins og þegar þú hittir manneskjuna í eigin persónu. En nú er það þannig að til dæmis eins og ég þurfti að velja mér eitt fangelsi til að fara í núna á þessu COVID-tímabili. Þannig að ég sé ekki að fara á milli allra fangelsa, þannig að það er svona búið að setja upp ákveðnar reglur og það er bara alveg eins með geðheilbrigðisteymi að þau þurfa að velja sér hver og einn sko í eitt fangelsi, þannig að þau geta ekki farið saman, þetta er svona allt orðið mjög miklu erfiðara, en ég meina við skiljum þessar að það er náttúrulega mikilvægt að það kom ekki upp smitt í fangelsunum, það er mjög mikilvægt en það er líka mikilvægt að þessi þjónusta sé í boði. Geðheilbrigðisteymið sem það er einn geðlæknir og fíknilæknir, síðan er það geðhjúkrunarkona eða tvær og einn sálfræðingur og þau eru 4 sem sinna því. Og þetta náttúrulega bara byrjaði frá síðustu áramótum og það er verið að þróa þetta starf. Og þetta voru held ég settar 70 milljónir í þetta núna fyrir þetta ár og í raun og veru handvaldi heilbrigðisráðherra hvern og einn starfsmann þarna inn og í raun og veru settum bara í frí frá því starfi sem hann var og við erum mjög ánægð með þennan hóp og fólki sem er í geðheilbrigðisteyminu, við erum mjög ánægð með það. En auðvitað hefur COVID sett strik í reikningin og þau ekki geta gert það sem þau þurfa en við höfum samt séð í raun og veru breytingar. Við höfum séð að þau eru til dæmis að hætt með þennan bannlista landlæknis sem er í raun og veru fáránlegur og það sjá það allir. Bannlistin er til staðar en þau líta á hann meira sem viðmiðunarlista heldur en bann. Já, með lyfin. Já. Þannig að við höfum verið að sjá einstaklinga vera að fá viðeigandi lyf og það hefur gjörsamlega breytt öllu. Þannig að við sjáum það bara sjálf.
Og ef ég tek dæmi, sko, einn ungur maður að hann, sko, aldrei geta einbeitt sér neitt allan þann tíma sem ég kynnst honum, eða sem þekkt hann. Og svo kom ég hérna daginn og þá sat hann og sagði, hei Gummi, sérðu hvað ég að teikna? Og búinn að teikna rosa flott málverk, eða svona teikningu sem hann var að gera. Og hann hafði aldrei getað einbeitt sér svona áður, sko. Þannig að auðvitað hefur maður mikla vonir núna að þetta eigi eftir að breyta miklu. En geðheilbrigðisteymið náttúrulega var stofnað af því að ég held að stjórnvöld hafi verið komin út í horn varðandi þessi mál og yfirvofandi var mjög alvarlegar ásakanir í skýrslu OPCAT pyntinganefndarinnar, CPT-nefndarinnar, sem við köllum pyntinganefndin, sem sér ekki að pynta, neitt heldur bara að fylgjast með öllu stofnunum sem þessi fólk svipt í raun og veru frelsi og það átti einmitt að gera alvarlegar athugasemdir við sálfræðimálin og geðheilbrigðismálin, þannig að stjórnvöld urðu að koma með þetta strax og það var gert. En svo á sama tíma var skorið niður líka hjá Fangelsismálastofnun og því flotta fólki sem var að vinna þar var þau fengu ekki áframhaldandi starf og ég veit að einn sálfræðingur sem var þá yfirsálfræðingur, hún hætti og það var ekki ráðið í staði fyrir hana. Þannig að við þurfum alltaf að sjá sko að geðheilbrigðisteymið vinni allavega betur eða meira heldur en var verið að gera. Þetta sé ekki orðið verra heldur en það var. En þau sem þetta fagfólk hjá Fangelsismálastofnuninni, þau náttúrulega voru aðeins byrjuð á að gera svona inntökuskýrslur fyrir hvern og fanga sem svona lítil útgáfa af þessum meðferðaráætlum sem við höfum verið að þrýsta á. En ég hugsa að það sé alveg hægt í dag, sko, út af því að þeir eru náttúrulega ekki mörg að vinna í dag, félagsráðgjafar og sálfræðingar hjá stofnuninni. En við erum samt, við erum ánægð samt sko að það sé komið svona heilbrigðisteymi sem ekki undir Fangelsismálastofnun, heldur það undir heilbrigðisyfirvöldum og það mjög mikilvægt út af segja þér að því að þau svara ekki til fangelsyfirvalda og fanginn getur tjáð sig og leitað aðstoðar og tjáð sig óhræddur án þess að það fari til Fangelsismálastofnunar. Áður fyrr var það í raun og veru ekki hægt og vegna þess að starfsfólk eða heilbrigðisstofnun sem vinnur hjá Fangelsismálastofnun það náttúrulega svarar til forstjórans og ef þú segir frá einhverju sem getur haft áhrif á þína fangelsisvist og þá ertu í svona slæmum málum. Þannig að þau gátu aldrei almennilega nýtt sér þá þjónustu þó að þau vildu og það var alveg gott fólk sem og var að vinna við þetta þar. En þetta bara svolítið sem vantar og vantaði og ef ég tek dæmi ég man eftir einum sem var mjög ungu manni undir tvítugt sem hafði framið 2 glæpi bara saman dag held ég mjög alvarlega og hann var settur í gæsluvarðhald og svo átti að meta hann bara heilbrigði hans og þá var það starfsmaður Fangelsismálastofnunar fyrir það en sko svo fjölskyldan á hinni línunni og þau eru náttúrulega að reyna að fá sko sálfræðing eða geðlækni til að hjálpa honum, ekki til að yfirheyra hann, skilur, til að hafa áhrif á þannig að hann í raun og veru gat aldrei tjáð sig við neitt sko. Og þetta svo slæmt sko. Þannig að ég að vona með þessu geðheilbrigðisteymi þá sé þetta í raun og veru úr sögunni eða allavega orðið betra. Já, það ljóst að einmitt, það hefur svona ýmislegt breyst og farið í svona, góða átt með árunum en það þarf að laga ýmislegt í kerfinu og einmitt svona einblína á betrun í staðinn fyrir refsingu og svona vinna einmitt með einstaklingin og rækta það besta í einstaklingum af því að þetta allt fólk sem á sér sögu og það ástæða fyrir því í flestum tilfellum. Já, það sko, síðan það náttúrulega hinn hlutin að það fjölskylda og aðstandendur fanga. Aðstandendur fanga eru í raun og veru oft í miklu meira fangelsi en fanginn sjálfur. Fanginn í raun og veru, þú bara settur í fangelsi og þarna bara þitt nýtt líf næstu mánuði eða ári eða hvernig sem
En fjölskyldan úti og þau eru kannski að missa í raun og veru náttúrulega fyrirvinnuna eða tekjur og missa í kjölfari jafnvel húsnæði og vinnu sjálf af því að þeim sagt upp út af því að þau eru með eða gift einhverju sem hefur verið í fangelsi og ég þekki það bara sjálfur og þau lifa með ákveðnu skömm og eru hrædd og vilja ekki tala þetta við neinn og þau vilja alls ekki ræða þetta við yfirvöld og ég tala nú ekki ef sá sem fyrir fangelsi á maka sem útlendingur, þá voða lítið hægt að leita því þú ert óbúslega hræddur skilur útlendingastofnun og alls konar hluti sem koma þannig að það í raun og veru getur ekkert gert til að bjarga þér. Þannig að þau fá ákveðna áfallastreituröskun og upplifa ýmislegt líka sem og geta í raun og veru ekki leita neitt. Þetta eitthvað sem við höfum verið að reyna að sinna undanfarin misseri og ár og við höfum verið að sinna aðstæðendum og börnum fanga og við höfum verið að hjálpa fólki sem á börn eða foreldra í fangelsum erlendis og við höfum verið að reyna að koma til og ég meina ráðuneytir með sem farin að hafa samband við okkur til að aðstoða eða upplýsa þau eða svona fræða þau þessi mál, hvernig hlutirnir eru bæði erlendis og hér og hana. Þannig að en það enginn sem sinnir þessu og við höfum gert það og við erum í raun og veru að sinna hátt í 1000 manns á ári. Já, vá. Og það óbóðslegur fjöldi og það mun meira heldur en félagasamtök eða sem eru að fá 20 eða 100 milljón á ári frá yfirvöldum eða sveitarfélögum en við erum að sinna fleiri en þeir en við erum bara þannig málaflokkur að við höfum það hefur ekki þótt veita atkvæði stjórnmálamönnum eða styðja við svona og sem að mér finnst mjög skrítið vegna þess að við erum að reyna að bæta samfélagið og reyna að koma þeim sem út aftur eðlilegum út í lífið og vinna og borga skatta og þetta eru kjósendur líka í raun og Málefni sem kemur okkur öllum við. Ég held að sé góð loka orð. Já, við getum augljóslega talað þessi málefni miklu lengur og ég held við þurfum jafnvel bara annan þátt í framtíðinni þessi mál. En ég vil þakka kærlega fyrir Guðmundur Ingi Þóroddsson. Og þetta var Hinn Reykjavík í dag og þið getið skoðað heimasíðu félagsins, það afstaða.is, það ekki? Jú, og Facebook, afstaða á Facebook. Já. Takk hérlega fyrir. Takk fyrir að koma. Já, verið sæl. Bless.